Fallega fólk, við þráum öll að vera hamingjusöm. Og nú tækifærið. Breiða sér í hof í byrjun september og horfa á hamingjudaga. Og sjá Árna Pétur Guðjónsson og Eddu Björg Eyjólfsdóttur fara þar á kostum. Verið hjartanlega velkomin. Takk. Hamingju, er þetta ekki rétt? Er þetta ekki hofi? Annars? Jú. Já, dásamlegt. Hamingjudagar. Það er dásamlegt. Þetta er leikrit Já. eftir Samuel Beckett. Jep. Ok. Fáum við að fræðast um það hvernig er að vera hamingjusamur? Já. Já. Ok. Hvernig maður getur verið hamingjusamur í öllum alls konar aðstæðum. Og það er svo fallegt að maðurinn eða mannskepnan, hún reynir alltaf að koma sér í einhvers hamingju. Já. Og maður til dæmis, þú þekkir þannig þetta sem prestur. Þráum þetta. Já, það er sko jarðarförin og allir eru ofsalega sorgmættir Já. og svo kemur erfidrykkjan. Eftir smástund þá byrjar fólk að segja brandara. Já. Það nennir ekki að vera sorgmætt mjög lengi. Það er bara hamingju. Já, það er líka bara svo góð spennulósun og þú veist og dæmið það lífið heldur áfram og... Já. Þetta er sífellt leitað haminginn. Já. Ó, en filosófist. Já. En við erum það náttúrulega. Já. En sko, Samuel Beckett, hamingjudagar, ég hef ekki séð það verk. Ég man bara eftir, er einhver... Það er beðið eftir Godó. Já, ég sé það og svo náttúrulega minnir mig að er ekki setning úr hérna endartafli þarna. Það er ekkert eins fyndið eins og óhamingjan. Einmitt. Hún er alveg endalaust hlægileg. Já, akkurat. Þannig að maður svona aðeins velti því fyrir sér hvort það hefði verið að snúa hamingjudögum á hvolf, fyrst þetta Beckett. Já, einmitt. Já, einhver vinnur hans á nú að hafa beðið hann að skrifa eitthvað skemmtilegt. Já, ok. Og fyndið. Já. Þetta er þetta bráðfyndið. Þetta er mjög og það er svo fyndið sko þegar fólk er í sko óhamingju og erfiðum aðstæðum og er að breiða yfir það. Já. Og það er það sem er svo dásamlegt. Og það er það sem er að gerast. Það er það sem er að gerast. Þessi Já. kona er föst í hól og villi maðurinn hennar er með henni í hólunni, Einhvers staðar, bara hangir aftan í hólnum einhvers staðar. Ok. Bara eins og karlmenn gera, þeir hanga bara aftan í einhver hól sem konan er föst í. Já. Mjög djúpt. Svolítið svona hjónaband og það eins og spegla sig í því, sko, hvernig það, munstrinn í því, sko. Hún er semst föst upp í mitti. Ok. Og Þetta er mjög djúpt hjólfar. að dagarnir líða alveg og það er sólhlífinn og hún er með varaleitin og tuðruna sína fulla af dóti og hlutum. Og svo er hún sjáu hana líka fasta, sko, þá er bara höfuðið á henni sem stendur upp úr. Það er seinni hlutin. Ég skil, eftir hvað við sökkum dýpra og dýpra. Og samt heldur hún alltaf í vonina og hamingjuna. Já, og það er það sem er svo fallegt. Enn eitt hamingjudagur. Já, í þessum vonlausu aðstæðum. Já. Og sólinn skín og allt er bert og þurrt og engar mannverur sjáanlegar. Dásamlegt, ok. Þetta er svo fagurt, þetta er sko, þetta er líka Tjekhov skrifa stundum þetta líka og það er svo semst þessar konur sem sko eru allan tíman, hey, við skulum bara fá okkur kampavín. Já. Og það er alltaf hrynja, það er verið að selja Kirsubergarðinn. Til Moskvu, eða ég er föst í einhverjum hól, en það er bara gaman, og við skulum bara hafa það hugl. Vegna þess ef sorgin brýst í gegn, þá hrynur allt. Já. Þá hrynur all heimsmyndin. Já. Og við þekkjum þessar konur, þessar glöðu, brjóstagóðu konur. Já. Brjóstagóðu konur. Við þekkjum þær. Við þekkjum þær sem alltaf, þú veist, krakkar, það er allt til að þetta er anskotans, en ég er búinn að smyrja hérna samlokur. Já, akkurat. Og hver er ekki til í einn mojito? Já, einn mojito. Og þetta er svolítið þannig, þessi tilvist og þjáningin kannski sem fylgir henni, en við viljum breiða yfir það. Já. Og munna það góða og gott og vel og enn einn dýr dagur og áfram bara. En hvaðan kemur það að velja þetta verk? Hvað? Já, það var þetta Björn sem þetta las ég, hann Hafliði sem er nú Argrímsson sem er með okkur líka, vinna með þetta með okkur. Hann kenndi mér í leiklistaskólanum og þar las ég þetta verk fyrst og bara hrefst svo af því og Beckett bara sem að fær svolítið svona, hann smýgur einhvern veginn inn í einhverja undirmeðvitund. Já. Og eins og þetta líka er. Og það var bara blundað alltaf með mér. Mér langaði, ég hugsaði, einhvern tímann ætla ég að leika þetta hlutverk. Og það er, já, vonandi.
þú veist, maður eignar sér einhverja svona drauma. Já, akkurat. Og svo gerist það að ég, þú veist, það kom að einhver tímabil, þú veist, var eitthvað það sem að ég ekkert framöndan hjá mér í leikhúsinu og þá maður alltaf að grípa til sinna ráða, bara hvað langar mér mest að gera? Jú, mér langar að leika í Happy Days og... Þetta er algjört hunang fyrir leikkonu að leika þetta verk og ég myndi, já, þetta, þú veist, ef einhver er að leika þetta á Íslandi, þá þetta sem alltaf að reyna að breiða yfir sorg sína. Já, byggir þarna viðtækri reynslu þess að vera óhamingjusamin breiði yfir það. Ég breiði yfir það. Hún hefur miklu nei, í alvöru. Sjáu það hana brosa. Ofta hugsa maður, sko, þarna þessi leikari á að leika Hamlet, já. Hann hefur flottur það. Þessi leikona á að fara í Happy Days. Það hefur verið prófað áður. Ég held að Sigríður Þorvalds hafi leikið þetta. Ó, já. Já, og þetta er sko, það er svona vissa týpur, svona hressa týpur sem geta leikið. Þetta er ros, sko, þú veist, jú, ég hef eftir að leika kannski einhvern veginn. Þú leikur hana? Ég leik hana, já. Viss. Já, viss. En þetta er algjört leikfimisæfingar. Fyrir leikonu. Hoppað frá einni til annar og stöðu, sko. Þetta er rosalega flott hlutverk. Og svona leikrit eins og Happy Days, sko, hver kynslóð verður að fá að upplifa. Alveg að sama hver kynslóð verður að hafa sinn Hamlet. Hver kynslóð verður að hafa sína Vinni, sem er nafnið á karakternum hennar Eddu í Happy Days. Og það leikritið hefur samt ekki verið sýnt hér áður. Nei, Svo ég viti, sko. Ég held að það hafi verið sýnt. Við erum ekki alveg kláraðir. Nei, ég skil. Við skulum bara koma skilaboðum til eitthvað. Já, þakka þér fyrir. Það verður aukaþáttur. Já, það verður akkurat. Já, er ekki svona dagskrá eitthvað hérna? 4 dagskráin? Jú, við setjum þetta í opnuna. Bara hei, þetta var ekki sýnt áður. En sko, nú þekkið þið ykkur bæði til hér á Akureyri. Já. Og þú náttúrulega nýbúin að vera hérna. Ég var hérna í Voru vaknar, rétt fyrir COVID. Akkurat. Og gaman, svo hef ég með höfuðið upp úr gólfi. Upp úr gólfi. Revisited. Akkurat. Tattara. Og það er svo gott að leika og koma hingað til Akureyrar. Það er yndislegt. Það er æðislegt. Já. En það er lengur sem þú hefur verið hérna, eða ekki? Jo, men jeg har for eksempel Heikos... Ja. Man kan tala dansk når man kommer til Akureyri. Ja, for selv. Ja. Jo, jeg er sko halvur... Ég er þingengur, ekki halvur, ég er heill þingengur. Og það er alheil, langneysingur eða hvað það er? Með Melrakkasléttunni. Melrakkasléttungur, já. Melrakkasléttunni. Og hérna, og ég á mikið frændfólki hérna. Mikið af mínu fólki fór sko frá Melrakkasléttunni í Hrísey. Og svo þaðan frá Hrísey til Akureyrar. Þannig ég á marga frængur á Akureyri. Svo ég verið nokkuð oft, já. Og síðast var ég hérna í Haikosa og í svartri komedíu og ég er í sömu fötum. Og þá? 2011. Ég passa í jakkafötum. Í alvöru? Og við sem ég að draga inn andan og get ekki andan út alveg. En það er allt annað. Þannig að allur minn leikur verður hérna á Insói. Þannig að það kom allir út, guð, hvað þetta var skemmtileg persóna sem hann skapaði og það er bara vegna þess að þú ætti í andateppu allan tíman. Andateppu og rjóður í framan. Og byrja svo leið svo fallega yfir hann. En það var hann í sömu jakkafötum hann var fyrir 10 árum síðan. Tókuðu eftir því. Þetta er náttúrulega alltaf karriérmúf, leikarinn sem var alltaf í sama búningnum. Alltaf í sama, já. Sko, þannig að óperusöngunur eins og Marja Callas og þessar stóru dýfur, þær komu alltaf með sinn eigin kjól. Það var alveg saman þú átt að leika einhverju betlarakettlingu, þá komu það í Dior kjólunum sínum. Það fór ekki að fara í einhverju druslur. Einhverjum svitalegt að einhverjum öðrum? Nei, og bara einhverju druslum. Það var bara einhverju flottir hönnuðir sem hefur gert kjóluna fyrir það. Og þú veist, ef þú ætlar að vera virkileg prímadonna, þá kemur með þinn eigin búning. Já. Og þinn eigin smingu. Já, Edda mín, ertu með þinn eigin búning? Ég þarf að fara, þú veist, ég þarf að fara að tilenga mér þetta núna. Já, og vera aðeins stærri. Mér finnst það bara sjálfsögð krafa. Taka pláss. Taka pláss. Akkur, hætti að vera afsaka sjálfur sig. Það er svolítið erfitt að taka pláss þegar þú ert först þarna í einhverjum ból. Svo veit enginn í hverjum er innanundir. Það sést bara hérna. Þess vegna getum verið einhverjum gliðru nærfötum. Einhver er ég neðan. Það er stóra spurningin. Það er stóra spurningin. Já, en viljum við samt áhörundu séu aðalega velta því fyrir sér? Já. Það er ekkert verra. Það er ekkert verra. Það er gott að hafa eitthvað að vera.
Þetta er eins og með okkur, þú veist, með prestana, við erum í svona í hempu. Já. Það er hægt að vera í hvað. Nei. Og svo er náttúrulega gamla góða reglan að þegar maður verður stressaður, eða ef óttinn nær tökum á manni, þá bara sjá áhorfendur fyrir sér alla allsbera og að þeir elska mann. Já. Og þeir eru bara allir berir. Þá verður þetta allt auðvelt. Hafið þið gert þetta í praxis? Já. Í alvöru? Auðvitað hefur þú gert þetta. Já, ég gert þetta í praxis. Já. Og með þess að einhvern var ég leika í einhverju leikriti með Halldóri Gylfasinni sem var með fremur leðilegt. Erfitt, við vorum lítið að gera, við vorum að leika Norðurljós og dögg í norskum smáfyrði. Það var stórkostlegt. En við vorum svona hempum og til þess að gera þetta skemmtilegt, þá var alltaf áður við fórum að svið, ert þú í nærbuxum? Nei. Við vorum báðir alltaf naktir innanundir og fengum mikið kikk út af því. Var það ekki? Jú. Að vera dögg í norskum smáfyrði og vera nakin innanundir. Norðurljós, nakin norðurljós. Nakin norðurljós. Þetta er mynd sem ég fer með á kottan í kvöldaldi. Já, það ekki? Jú. Mér finnst þetta að vera og frændi minn, Halldór Gylfason, hann er líka á Melrakkasléttunni. Já. Allt gott kemur þaðan. Og við erum bara fyrirmynd okkar. Já. Hann er sem sagt einn af Ásmundastaðasysturnar frá Ásmundastöðum, Melrakkasléttu. Þetta eru formæður okkar. Og við köllum okkur stundum Ásmundastaðasystur sína síðri. Ég vil láta illa. Akkurat. Ég er nefnilega mann, þegar ég hitti þið fyrsta sinn, þá myndurði mig mjög á konu sem kendi mér í einn tíð. Og svo uppgötaði ég að hún er nefnilega frænkaðinn af Langanesinu. Melrakkasléttunni segi ég. Hún Gunna Sig. Já. Hún býr hérna á Akureyri. Ég veit allt það. Hún er eitthvað ennþá á Gauðluhættunni. Já. Við bökkum aðeins áttir yfir hamingjudaganeskunar. Þá þið ætlið að sýna þetta hvenær, svo við séum upplýst það. Já, við frumsýnum þetta 2. september. Og 3. september sýnum við aftur. Og 3. september. Svo verðum við að sýna þetta helgar í september. Ok, dásamlegt. Þannig við getum fara að hlakka til september. Og þetta er á sviðinu og áhörðu setur líka á sviðinu. Þannig þetta er svona, við búum til svona kassa á sviðinu raun og veru. Þessi flotti svarti kassi er hliðarsviðið inn í hofi. Þið verið það? Já. Þið verið, en dásamlegt þá að nýta það til þess. Já. En skemmtilegt. Og þetta er þetta dásamlegt svið. Meiri háttar flott. Það er nefnilega það, það hefur svo sára lítið og sorglega lítið verið nýtt til nákvæmlega þessa. Já, þú þarf bara að setja tjaldið niður, bortjaldið niður og þá ertu komin bara flottan box. Black box eins og það kallar það. Ó, dásamlegt. Ég er nefnilega saknaði svolítið mitt að þú veist, ok, samkomur sé lítið en það er svona algjörlega trat, hof ofsalega stórt. Pínu saknaði þess að fá að fara á akkurat svona þessa nánd, það er svoleiðis sýningar. Svo er þetta húsið dásamlegt alveg. Já, hljómburinn. Æðislega flott og við erum með Brynja Björnsdóttir búin að búa til leikmynd fyrir okkur, rosa flotta Moldarhaug og síðan er hann Ísidór með tónlist og svona ungu piltur. Já. Og Harpa er að leikstýra okkur. Óli Lísa, Óli Lísir. Já, Óli Lísir. Ólafur Ágúst. Þetta er svo flottur hópur og svo góð og skemmtileg orka. Það er bara, þú veist, það er svo gaman. Þið náttúrulega búin að vera æfa fyrir sunnan væntanlega. Hvenær komið þið norður til þess að ljúka æfingartímabilinu? Við komum aðeins Hvítasunnuhelgina og tókum dálítið intensíva langa helgi og síðan komum við byrjum við bara núna mánudaginn síðastliðinn, núna 15. ágúst og tökum þá þéttar 3 vikur. Dásamlegt. Og kýlum þetta svo allstað. Ég hlakka til. Hamingjudagur. Þetta verður rosalega gaman. Happy days. Happy days. Happy days. Áður en það brýst út í algjörðu vitleysu, eins og það hafi ekki gerst nú þegar, þá ætla ég bara að þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna og poi og svo framins. Takk fyrir. Gott að fá okkur. Takk á mót okkur. Og tökum smá brek.